Við upphaf skólaárs vita grunnskólakennarar ekki hvort þeir eiga að gefa einkunnir í bókstöfum eða tölustöfum, segir umsjónarkennari. Nemendum finnst breytingin óþægileg. Þegar maður er svo vanur hinu og maður er að fara í 10. bekk sem er svo mikilvægur. Reykjavíkurborg hefur sagt upp hópi skólaliða og útvistað störfum þeirra. Formaður Sameykis segir þetta eins og olíu á eldinn í kjaramálin. Bandarísk stjórnvöld hóta að beita refsiaðgerðum gegn fyrirtækjum og ríkjum sem hafa efnahagsleg tengsl við Íran. Fjármálaráðherra Bandaríkjanna segir að stjórnvöldum í Íran verði settir afarkostir. Mörg dæmi eru að skynjunarleikföng springi í höndum ungra barna og úr þeim leki torkennilegt gums. Eftirlitsstofnanir hafa fengið fjölda ábendinga. Gott kvöld. 10. bekkingar segja óþægilegt og skrítið að verið sé að breyta einkunnarkerfi þeirra. Skólastjóri Garðaskóla, sem er einn fjölmennasti unglingaskóli landsins, segir erfitt að skipuleggja skólaárið því útfærsla liggi ekki fyrir fyrr en eftir nokkrar vikur. Grunnskólar víða land fylltust á ný af kunnulegu skvaldri og hlátri í morgun. Velkomin í 9. bekk. Gott að sjá ykkur. Þrátt fyrir að skólabyrjun sé kærkomin einkennist upphaf skólaársins af töluverðri óvissu að mati stjórnenda. Menntamálaráðuneytið hefur tilkynnt að næsta vor eigi að útskrifa 10. bekk með einkunnum í tölustöfum en ekki bókstöfum eins og nú tíðkast. Þangað til þessi útfærsla hefur verið kynnt og ákveðin í rauninni endanlega, þá erum við kannski með smá spurningamerki í kollinum og vitum ekki nákvæmlega hvernig við eigum að gera þetta. Miðstöð menntunar og skólaþjónustu innleiðir nýja einkunnakerfið og stefnir á að funda með grunnskólum fram í miðjan október. Þá verður liðir rúmlega fjórðungur af skólaárinu og þegar þú ferð af stað í skólaár þá viltu hafa að allar forsendur liggi fyrir. Þú vilt vita hvaða nákvæmlega hver námsþáttur til dæmis á að gilda mikið í hverju fagi og hvernig námsmatið þetta á að vera. Það getum við ekki unnið núna. Við getum ekki gefið út ítarlega kennsluáætlanir fyrir árið. Í rauninni er á að fara að byrja að keyra okkar kerfi sem er ekki almennilega þannig sé búið að kynna fyrir okkur kennurum sjálfum. Og hvaða áhrif hefur það? Það er bara erfitt að skipuleggja í rauninni allt skólastarf út frá því af því að við hefum strax bara í þessari viku að fara að meta verkefni og við vitum ekki ennþá hvort við hefum að gefa einkunnir í bókstöfum eða tölustöfum. Eða hvernig að hafa seglum varðandi það. Í nýja einkunnarkerfinu sem hefur verið kynnt fyrir kennurum verður ekki hægt að fá 1, 2 eða 3 í einkunn. Einkunnin 4 er notuð fyrir ungmenni með einstaklingsnámskrá. 5 eða 6 í einkunn þýðir að hæfni inn á fyrsta þrep framhaldsskóla er náð. 7 eða 8 í einkunn skilar nemendum inn á annað hæfniþrep framhaldsskóla. Og 9 eða 10 þýðir að nemandinn hefur náð framúrskarandi hæfni. Miðað við þetta verða aðallega gefnar einkunnir frá 5 til 8. Í rökstuðningi með nýju einkunnarkerfi segir að fall sé ekki viðeigandi hugtak í aðalnámskrá grunnskóla og nýtt kerfi verði að vera í samræmi við það. Námsmat í grunnskólum eigi að vera leiðbyrjandi og hvetjandi. Hvernig líst þér á nýja námsmatskerfið? Mér líst vel á það en það er bara óþægilegt að þegar maður er svo vanur hinu og maður er að fara í 10. bekk sem er svo mikilvægur en mér finnst það bara að ég bara reyna að komast í menntaskóla og bara svo lengi sem ég fæ fínar einkunnir þá er þetta allt í lagi. Ég náttúrulega veit ekki mjög mikið þetta strax, við fengum ekki mikla útskýringu á þessu en ég er náttúrulega bara svolítið óvön þessu en vonandi verður þetta bara frekar gott. Það er frekar óþægilegt að þegar maður er orðinn svo vanur öðru námskerfi eða bara svona öðruvísi einkunnum þá er frekar skrítið að þegar maður 10. bekkur skiptir svona miklu máli að breyta því. Við vitum ekkert núna, við vitum bara það sem var verið að segja og annars vita kennararnir líka ekkert mikið og þetta er alveg smá óþægilegt en þetta er ekkert rosalegt, þetta er ekkert sem að hefur mikil áhrif á mann, held ég. Þetta er auðvitað óþægilegt fyrir kennara og starfsfólksskólana. Þetta er líka óþægilegt fyrir nemendur og forráðafólk og í talinu ekki fyrir krakkana í 10. bekk. Það hefði verið rosalega fínt að taka þetta samtal í vetur og hefja svo innleiðingu á nýju námsmati næsta haust. Hópur skólaliða í Reykjavík hefur fengið uppsagnarbréf og störfum þeirra verið útvistað. Formaður Sameykis segir borgina ekki í takti við raunveruleikann.
Meiri hlutinn í borginni ætlar að hagræða. Á verkefnalistanum meðal annars að fækka millistjórnendum, innleiða áhættustýringu, auka skilvirkni, fylgjast betur með útgjöldum, setja stjórn yfir eignasafn borgarinnar og hagræða milljarð á ári. En Reykjavíkurborg stærsti vinnustöðar landsins og þar starfum 11.000 og formaður stærsta stéttafélagsins Sameikis sem með 6.000 borgarstarfsmenn segir að sitt fólk hafi þungar áhyggjur. Það eru þær að það sé fyrir þær stórar aðgerðir á næstunni og jafnvel núna fyrir mánaðamót. Og hann segir ástæðu til að hafa þessar áhyggjur. Núna í seinustu viku kom skólaliði til okkar og hún var sagt upp og þá kemur í ljós að í júlí þá búið að útvista endanlega þrifum frá skólum í Reykjavík sem þýðir það að það vantarlega allnokkrir skólaliðar sem búið að segja upp í borginni. Fjöldinn hefur ekki fengist staðfestur. Skólaliðar sinna gjarnan ræstingum eftir að kennslu lýkur á daginn og veita nemendum stuðning fram að því. Þetta eru störf sem eru þau lægst launuð á borginni og að fara núna til einkaaðila og ég get illa séð að þetta sé einhvers konar hagræðing á endanum fyrir borgarbúa að útvista svona verkefni. Meiri hluti þeirra 10 upplýsingafulltrúa hjá borginni sem var sagt upp fyrr í sumar eru í Sameiki og þrátt fyrir ítrekaðar óskir félagsins rökstuðning uppsagnana hafa þær ekki borist, segir Kári. Og raun og veru bara mikil vonbrigði að þær upplýsingar liggi ekki fyrir og þau svör nú þegar. Og eftir uppsagnirnar einungis einn upplýsingafulltrúi starfandi hjá Reykjavík. En Kári segir bragða því að starfsfólk borgarinnar hafi verið beðið að sinna störfum upplýsingafulltrúa. Meðal annars að skrifa heimasíðu borgarinnar sem ekki í starfslýsingu þessa fólks og þetta gengur það ekkert upp. Ekkert bendi til annars en að verðbólga verði yfir 4,7% stiga forsenda ákvæði kjarasamninga í næstu viku og þá virkist heimil til að segja þeim upp. En Kári segir aðgerðir og framferði Reykjavíkurborgar ekki til þess fallið að stuðla að sátt. Þetta bara olíu á eldinn. Það bara stuttasvarið við þetta. Stuttasvarið við þessu. Mér finnst borgin ekki ganga í neinum takti við raunveruleikann sem í gangi í samfélaginu í dag. Og við þetta má bæta að oddvitar meirihlutaflokkana í borginni gáfu ekki kost á viðtali. Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, segir að írönskum stjórnvöldum verði settir afarkostir. Hann hótar refsiaðgerðum gegn fyrirtækjum og ríkjum sem hafa efnahagsleg tengsl við Íran. Bessent sagði þetta í ávarpi síðdegis. Markmiðið sé að skera á efnahagslega líflínu klerkastjórnarinnar og íranska byltingavarðarins og einangra Írana. Fjármálaráðuneytið hafi kortlagt allar leiðir sem þeir nota til að smygla olíu og komast hjá viðskiptaþvingunum. Nú standi þeir frammi fyrir 2 kostum, algeri einangrun á alþjóðavísu og nauðþurftarhagkerfi eða tækifæri til að komast aftur inn í alþjóðahagkerfið. It is now a time for world leaders to make a decision between prosperity and isolation, peace and terror, America and Iran. The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone. Þetta eru mjög hörð orð hjá Bessent Ingibjörg Sara. Vitum við hvað felst í þessum aðgerðum og hvenær þær taka gildi? Nei, eins og við segir að þetta er mjög hörð orð og hann notar þarna orð eins og bara fordæmalausar aðgerðir gegn Íran og ríkjum sem styðja Íran. En við vitum í raun ekki mikið núna. Bandaríkjastjórn var búin að boða þessar aðgerðir áður en að blaðamannafundurinn var haldinn. En það kom ekki fram hvaða ríki þeir ætla að beita þessum refsiaðgerðum eða hvenar það yrði. Og hann Bessent kallaði þetta Operation Economic Outcast sem mætti svona því á íslensku sem svona aðgerði til að gera Íran að efnahagslegum útlögum en hann sagði líka að Bandaríkjastjórn ætlaði að gefa ríkjunum, þessum sem myndu þá verða fyrir refsiaðgerðum, tækifæri til þess að slíta sambandi við Íran sem svona bendi til þess að þessum aðgerðina taki ekki gildi strax og svona þau fáir tækifæri til þess að bæta sinn hlut. En hver hafa viðbrögð Írana verið við þessu útspili?
Já, helsti samningamaður Írana, hann sagði að Bandaríkin væru ekki í efnahagslegri stöðu til þess að slíta samskiptum við önnur lönd og gerði svona lítið úr þessu eins og kannski við að búast. En íranski fjölmiðlar hafi eftir háttsettum embættismanni innan leyniþjónustunnar að þessar aðgerðir væru svona aðalega til að hafa áhrif á almenningsálit en ekki þær hefði ekki neina svona raunverulega þýðingu og að þetta væri byggt á svona hugmyndum fjölmiðlateymis Trumps og væri aðalega til þess að setja svona sálfræðilega pressu á almenningi í Íran. Já, þetta hljómar eins og þetta sé allt svona frekar óljóst. Já, þetta svona frekar, einmitt, svona ekki margt sem við vitum núna, en þetta hefur samt strax haft mikil áhrif í Íran og strax í morgun þegar var ljóst að Bandaríkin ætlaði að kynna þessar aðgerðir þá bárust strax fregnir af því að gjaldmiðill landsins hann hefði fallið í verði og stríðið núna búin að vera í 6 mánuði tæplega og þó árásir hafi kannski ekki verið áberandi upp á síðkastið þá hefur það samtakt mjög mikil áhrif efnahagslega og sérstaklega þá ferðaþjónustu og mikil óvissa í borginni Yazd þar sem að margir óttast að missa lífsbrauðið sitt. Yazd kölluð hjarta gullna þríhyrningsins svokallaða í Íran. Gullni þríhyrningurinn tengir saman 3 sögufrægar borgir, Yazd, Shiraz og Isfahan. Þar íslömsk byggingarlist, forn eyðimerkur verkfræði og persnesk ljóðalist í forgrunni. Yazd á heimsminjaskrá UNESCO og ferðamenn frá öllum heimshornum flykktust þar að. Nú eru fáir á ferli á götum borgarinnar og hótelin tóm. جنگ اخیری که برای ایران پیش اومد تاثیر به حال مهمی داشت روی بحث کم شدن توریست گردشگر خارجی و همچنان هم همین وضعیت ادامه داره. وضعیت در واقع خیلی از همکارای ما هم وضعیت خیلی خوبی از لحاظ درآمدزایی نیستش. Hótel voru mörg hver uppbókuð marga mánuði fram í tíman en eftir 12 daga stríðið í júní í fyrra milli Írans og Ísraels og stríðið sem hófst með loftárásum Bandaríkjamanna og Ísraela fyrir nærri 6 mánuðum öldin önnur. Fáir koma til borgarinnar og sum hótel skrá aðeins 5% herbergjanýtingu. Hótel voru eitt sinn líflegur samkomustaður en virðast nú aðeins til merkis það sem áður var. Markhópurinn færðist frá alþjóðlegum ferðamönnum yfir á innlenda. Endurhugsa þurfti þjónustu og sníða að íranskum smekk. Þrátt fyrir það óvissan mikil. بتونیم ادامه بدیم و منتظر باشیم که درها باز بشه، صلح برقرار بشه و همه بتونن راحت سفر کنن، ببینن، لذت ببرن و خب اقتصاد و گردشگری و هنر هم در کنار هم دیگه پر رونق و پربار باشه. Leit stendur yfir af ferðamanni sem féll í Jökulsá á brú við Stuðlagil á Jökuldal. Tilkynningum slysið barst klukkan korter yfir 1. Allar björgunarsveitir á Austurlandi voru kallaðar út, auk þyrlu landhelgisgæslunnar. Samkvæmt heimildu fréttastofu var maðurinn á ferð með hópi við gilið þegar slysið varð. Aðgengi að gilinu takmarkað meðan á leit stendur. Ekki jökulvatn í ánni þar sem Hálslón ekki komið á yfirfall og hún því tær. Bretar ætla að aðstoða Úkraínumenn við að framleiða langdrægar flaugar til loftárása. Forsætisráðherra landsins heitir að beita Rússa þrýstingi áfram. Úkraínumenn hófu daginn eins og alla aðra daga á mínútu þögn. Þessi dagur þó aðeins frábrugðinn öðrum mánudögum því 35 ár eru síðan Úkraína lýsti yfir sjálfstæði eftir fall Sovétríkjanna. Stríðið setti svip sinn á hátíðarhöldin eins og allt annað. Європейська підтримка, допомога, співпраця. Зброя, допомагайте нам, будь ласка. Ми хочемо жити на рідній землі. Og í Kív tók Úkraínuforseti á móti leiðtogum bandalagsina viljugu ríkja. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, fór fyrir fundinum. Þetta hans fyrsta utanlandsför frá því að hann tók við embætti.
Hann afhendi úkraínskum stjórnvöldum teikningar af langdrægum flaugum svo þeir geti sjálfur framleitt þær. Hægt að skjóta flaugunum rúmlega 200 kílómetra inn í Rússland, þó að það sé styttra en drónar Úkraínumanna ná, telst vilji til að deila tækni mikilvægt skref. We should keep pressing Russia to agree to a full and unconditional ceasefire now and work with the US on that effort. Talsmaður Rússlandsforseta gagnrýndi ákvörðun Breta og sakaði þá að hella olíu á eldin í stríðinu. Frakklandsforseti varaði við því að Rússar reyndu að ögra Evrópuríkjum og aðildarríkjum NATO og fæla þau frá því að aðstoða Úkraínu. But the bottom line is for me very clear, keep calm and carry on. Frakkar eiga þegar í viðræðum við Úkrænumennum að koma á fót framleiðslu á eldflaugum þar, en óljóst hvenær hún getur hafist. Úkrænuforseti sagði mikilvægt að fá loftvarnarkerfi fyrir veturinn. We need at least 300 Patriot missiles for the winter and for the cold month. Every missile means lives to be saved. Vinsælt skynjunarleikfang veldur foreldrum áhyggjum. Sumar tegundir hafa verið innkallaðar eða varað við þeim. Leikskólakennari segist hafa fengið nóg af því dóti þegar það sprakk í höndum barns hennar. Þetta eitt vinsælasta leikfangið á landinu í dag. Nú það fæst víða og kemur víða að, en það gert úr mjúku plasti og inni því fylling sem ýmist gerð úr sandblöndu, hlaupi eða vökva. Og það að handfjatla þetta á að veita ró og auka einbeitingu. Leikfangi gengur undir ýmsu nöfnum, til dæmis squeezy eða squishy, og á íslensku hefur verið talað skynjunarleikfang. En talsverðar umræður hafa verið þessi leikfanga á samfélagsmiðlum og margir hafa deilt þar miður góðri reynslu af þeim. Og svo sprakk þetta bara í flugvélinni, hún bara rétti mér þetta stelpa mín. Mamma, þetta sprungið, eitthvað hvítt gums. Kom út úr þessu. Börn Erlu höfðu leikið sér með skynjunarleikföng fram að þessu. En allavega bara fikk ég algjörlega einhvern veginn nóg af þessu dóti. Var bara svolítið smeyk við þetta. Þetta ekki huga að kaupa þetta aftur. En heldur að við foreldrar sem almennt ná meðvita hvað í leikföngum barnan okkar? Enga veginn. Það þurfa bara allir að passa sig held ég. Að vera svolítið varir sig og kíkja merkingar. Vöruvaktin hefur innkallað eina tegund hér á landi, varað við annarri og fengið ábendingar fleiri. Nokkra tegundir hafa verið innkallaðar erlendis og heilbrigðisyfirvöld víða heim, varað við hættulegu innihaldi á borð við blý, asbest, ólögleg þalöt og bensen. En þessi efni geta til dæmis valdið brunatilfinningu, ofnæmisviðbrögðum og útbrotum og þá hefur verið sérstaklega varað við því að hitta leikfangið í örbylgjuofni til að mýkja það. Víða erlendis hafa verið staðfest tilvikum eitrani vegna leikfangana. Ekki vitað slíkt hér á landi, en samkvæmt upplýsingum frá eitrunarmiðstöð Landspítala berast þangað reglulega erindi frá foreldrum sem hafa áhyggjur af sprungnum skynjunarleikföngum og efninu sem lekur úr þeim. Og Neytendastofa hefur líka fengið ábendingar þau. Grunur myglu hefur sett skólastarfi Hlíðarskóla á Akureyri úr skorðum. Húsið sem myglan fannst í innsiglað og hvorki nemendur né starfsfólk fær að fara inn. Í Hlíðarskóla eru 20 nemendur sem ekki ná að blómstra í hefðbundnu skólastarfi. Hópurinn viðkvæmur og má ekki við miklu raski. Það voru því undrandi foreldrar sem mættu á skólasetningu í morgun og fengu að heyra að önnur af 2 skólabyggingum yrði ekki í notkun fyrstum sinn. En það sem var komið upp eftir var svona það sem við vorum búin að leggja dálítið mikið í. Við vorum búin að koma það rækt og tónlistarherbergi þar sem tónlistarnám fór fram á 50 dögum. Handavinnustofa, eldhúsi þar sem við notum í bakstur og heimilisfræði. Grunur hafði verið á að mygla væri hér í efra húsinu í Hlíðarskóla rétt norðan við Akureyri. Fasteignir Akureyrarbæjar hefðu komið og tekið húsið út án þess að finna nokkuð. Það var síðan á miðvikudaginn, 5 dögum fyrir skólasetningu, sem að heit hafa slökkt fyrir sundur og mygla finnst fyrir aftan í reytinguna. Þá kemur bara í rauninni í ljós að þar sem hafði lekið og þar var mygla á bakvið. Skólastarfi getur haldið áfram en það vissulega búið að þrengja stakkin okkar sem við höfum og þau tæki og tól til að mæta nemendum en við erum heppin, þetta frábær staðsetning.
Húsið innsiglað og engum hleypt inn, hvorki starfsmanni né nemanda. Kennarar geta ekki sótt gögn í húsið og því ljóst að þetta hefur töluverð áhrif á skólastarf. Bæjarstjórinn á Akureyri vill bregðast hratt við. Auðvitað þarna bara mjög mikilvæg starfsemi í gangi og hópur sem við viljum bara standa vel að öllu skólastarfi, þannig að við erum bara strax að skoða hvað að gera og þannig auðvitað bara strax verk að vinna og við erum fasteignir Akureyrarbæjar hafa brugðist mjög hratt við. 35.000 hafa greitt atkvæði utan kjörfundar hjá sýslumönnum, sendiráðum og ræðismönnum í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB. Þar af eru rúmlega 23.000 kjósendur á höfuðborgarsvæðinu. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður, segir kjörsókn betri en í alþingis- og forsetakosningunum 2024. Áfram verður hægt að greiða atkvæði utan kjörfundar hjá sýslumanni í Hlíðarsmára í Kópavogi og í Kringlunni fram að kjördegi. Og þjóðaratkvæðagreiðslan kemur vantilega við sögu í Silfrinu í kvöld, Sigríður Haglín. Já, heldur betur. Við ætlum að ræða kjör almennings í landinu, lífsgæði og verðlag og þjóðaratkvæðagreiðslun á laugardaginn kemur. Varnir landsins og öryggismál á alþjóðavísu koma líka við sögu og þau verða hér þau Sóley Kaldal, sérfræðingur í alþjóðlegum öryggismálum, hagfræðingarnir Jón Helgi Egilsson og Gauti B. Eggertsson, Brynhildur Pétursdóttir, framkvæmdastjóri Neytendasamtakanna og Helga Rósa Másdóttir, formaður félags hjúkrunarfræðinga. Ekki missa af Silfrinu klukkan 7:20 í kvöld. Takk fyrir það, missum ekki af því. Ekkert verður af kaupum Ása HF, áður Símans, á vef og útvarpsmiðlum Sýnar. Tilkynnt var fyrirhuguð kaup í vor og viðskiptin voru meðal annars háð niðurstöðum áreiðanleikakönnunar og samkomulagi endanlegan kaupsamning. Frestur til að ljúka við samningin rann út í gær, án þess að gengið væri frá honum. Ef kaupin hefðu gengið í gegn, hefðu Ásar eignast vefmiðlinn Vísi og útvarpsstöðvarnar Bylgjuna, Exið, FM 957, hlaðvarpsveituna Tal og fleiri miðla. Hlutabréf í Sýn lækkuðu nærri 6% í dag, en bréf í Ásum hækkuðu 1,6%. Ástand Haraldar Noregskonungs stöðugt. Hann var lagður inn á sjúkrahús 17. ágúst, en heilsu hans hrakaði helgina. Hann fær meðferð við bakteríusýkingu í blóði og svarar henni vel, samkvæmt tilkynningu frá norsku hirðinni. Haraldur verður áfram á sjúkrahúsi og í leyfi frá konunglegum skildum. Hákon krónprins gegnir störfum ríkisstjóra á meðan. Bæði hann og Sonja drottning hafa heimsótt Harald á sjúkrahúsið. Hann 89 ára og hefur verið tæpur til heilsunar nokkurt skeið. Hann var lagður inn á sjúkrahús á Tenerife í febrúar þar sem hann var í fríi. Kjötmjöli dreift á 1000 hektara lands til að græða upp auðnir. Áburðurinn hefur gefið góða raun sunnanlands og nú í fyrsta sinn dreift í stórum stíl norðan heiða. Þorlákur búinn að fara hring eftir hring og fram og tilbaka á dráttarvélinni í sumar, eins og sést á mynstrinu sem hann hefur skilið eftir sig á Hólasandi, sandflæminu milli Mývatns og Húsavíkur. Og svo þarf að kveikja hér á hinu og þessu til að sem að snýra að dreifaranum. Í dreifaranum kjötmjöl, fíngerður lífrænn áburður sem unnin úr afskurði úr sláturhúsum. Verkefni Þorláks þetta sumarið að skilja eftir 100 tonn af áburði. Hún skraufaþurr, jörðin á Hólasandi í dag eins og hún reyndar yfirleitt og það má sjá hérna allt í kringum með eyjar af melgresi, lúpínu og birki, ummerki landgræðslu verkefni fyrri ára. Það hafa nefnilega verið gerðar margar atlögur að því í gegnum árin að rækta upp þessa auðn. Og markmiðið að þessar eyjar stækki, plönturnar sáu sér víðar og loks verði til gróðurþekja. Kannski nauðsynlegt að það sé eitthvað af gróðri, einhverjir smá svona grastoppar fyrir sem að verða samt seint það einhverju vegna þess að það vantar alla næringu fyrir en þeir fá þá kjötmjölið eða önnur áburðarefni. Kjötmjölið hefur virkað vel á öðrum uppblástursvæðum sunnan til þar sem veður og vindar vinna oft gegn landgræðslu. Það hafi örvað vöxt plantna eins og birkis og verði vonandi til þess að þær verði kraftmeiri, dreifi meira af fræjum og fari þá að rækta upp auðnina án allrar aðkomu manna. En við vonum bara til að þessi skammtur af kjötmjöli dugi til þess að hún verði þetta svæði hérna verði nokkuð sjálfbært og við þurfum ekki að dreifa meiri ábyrgð á þetta.
Þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við ESB er á laugardag. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, situr fyrir svörum í Kastljósi í kvöld. Svo hittum við stjúpfeðga sem eru sammála að vera ósammála ESB. Ég grínast með við tjáum ást okkar með því að rífast. Það er bara ást að einhvern veginn að hlusta á þau og rífast við þau. Mér finnst eitthvað hafa tekist vel í uppeldinu að hann sem sjálfstæðar og sínar eigin skoðanir. Þá ætlum við að líta til veðurs. Á morgun verður vestlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekúndu. Það verður skýjað með köflum á landinu og sums staðar lítilsháttar skúrir. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast norðaustanlands. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Jón Þór Hauksson sem var rekinn sem þjálfari Stjörnunnar í bestu deild karla í fótbolta í síðustu viku segist hafa fundið það fljótt eftir að hann tók við liðinu að hann væri ekki velkominn. Mikolas Alekna sló 2 áratuga gamalt demantamótaraðarmet í kringlukasti þegar hann kastaði yfir 72 metra á demantamót í Póllandi. Og við sjáum svipmyndir frá Íslandsmótinu í straumkajaksiglingum ásamt fleiru í íþróttum hér eftir fréttir. Það ætla að rifja upp það sem er helst í fréttatímanum. Við upphaf skólaárs vita grunnskólakennarar ekki hvort þeir eiga að gefa einkunnir í bókstöfum eða tölustöfum, segir umsjónarkennari. Nemendum finnst breytingin óþægileg. Þegar maður er svo vanur hinu og maður er að fara í 10. bekk sem er svo mikilvægur. Reykjavíkurborg hefur sagt upp hópi skólaliða og útvistað störfum þeirra. Formaður Samekis segir þetta eins og olíu á eldinn í kjaramálum. Bandarísk stjórnvöld hóta að beita refsiaðgerðum gegn fyrirtækjum og ríkjum sem hafa efnahagsleg tengsl við Íran. Fjármálaráðherra Bandaríkjanna segir að stjórnvöldum í Íran verði settir afarkostir. Mörg dæmi eru að skynjunarleikföng springi í höndum ungra barna og úr þeim leki torkennilegt gums. Eftirlitsstofnanir hafa fengið fjölda ábendinga. Þessum fréttatíma er að ljúka og næst eru íþróttir, veður, kastljós og loks silfrið. Ríkisútvarpið er með fréttavakt allan sólarhringinn og það má alltaf senda okkur ábendingar á netfangið fréttir hjá RÚV.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið þið sæl.